fréttir og frábær tónlist á Suðurlandi 963 Suðurland Veiðifréttir og veiðileyfi veiða.is Við ætlum að skella okkur yfir í veiðifréttir veiðiþátturinn Takan að fara í loftið og það er okkar maður Ólafur Guðjón Haraldsson, hann er á línunni heill og sæll. Já, blessaður sæll. Hvað segir þú í dag? Það er alltaf besta. Jæja, gott að heyra. Já. Nóg að frétta úr veiðinni? Það er nóg að frétta. Það er bara, já, veðrið búið að leika við veiðimenn núna síðustu dagana. Já. Það þótt að fólk segja hvert undan sólarleysi og svona, þá þetta bara verður ekki betra. Ja, sumstaðar er sólin, þótt hún sé ekki hérna alveg á Suðurlandinu. Já, hún er alveg sumstaðar, sko. Já. En þarna, við höfum svolítið verið að tala um veiðivötnin, þau hafa svona lakari byrjun heldur en í fyrra. Já. En nýjar veiðivötulur voru birtar í síðustu viku, 12. júlí. Já. Og frá veiðivötnum og tölurnar voru semst úr viku 3 og samkvæmt veiðivatna komu 1685 fiskar á land í vikunni síðustu og 749 urriðar og 936 bleikjur. Mest veitist í Langavatni, 312 fiskar, Nýjavatn gaf 244 fiska og Litlisjór gaf 233 urriða. Hlusta á þetta, Litlisjór gaf í fyrra á sama tíma 980 urriða. Og núna komnir 233. Já, það er svolítið dropp. Já, þannig að Já, tölvöld lagari. Þetta er, aðeins lagari niðurstaða núna heldur en í fyrra. En það er vonandi að það komi hvellur núna á næstu vikum. Það hlýtur að fara að gerast. Þetta er svona náttúrulega bara, sumarið er, á mörgum stöðum alveg mánuði eftir á. Já. Þannig að það er spurning hvort þetta gerir ekki bara gott fyrir það sem er að mæta seinnipartinn. Nákvæmlega. En ég var nú að sjá hérna til dæmis með veiðimenn sem eru búin að vera að fara þarna og þeir eru ekki búin að vera að gera mikla veiði. Svona á þessari hefðbundnu veiðaðferð sem þeir hafa verið að fá fiska þarna. Já, sem er hvað? Fluga og maðkur eða? Já, bara kannski á flotlínur og svona. Já. En hérna svo var ég nú að sjá að hann hérna prófa nú bara að setja steinsökkvandi línu á. Setti steinsökkvandi enda framan á intermediate-línu og litið bara sökkva niður á botn. Og setti vel þyngdar noflir á og svo bara dróði hann þetta mjög hægt. Þetta skrölt í mölunni bara í botninum og það gekk hjá honum, hann fekk bara fisk í hverju kasti. Já. Þannig að það er að gera prófa eitthvað eða, það er svona gamla góða veiðaðferð dugar ekki, þá er bara að prófa eitthvað nýtt. Já, það er bara máli, reyna að prófa eitthvað sem maður hefur ekki prófað áður og þangað til að kemur eitthvað. Já, það þýðir ekkert að rembast eins og rjúpa á staurinu eitthvað sem maður veit að hefur virkað áður. Já. Ef það er ekkert að virka, það bara virkar það ekki. Nákvæmlega. En það er svolítið með þegar að kuldin er svona ríkjandi þarna eins og á hálendinu og þá liggur fiskurinn alveg við botnin. Já, það fer að mjög djúpt og er bara ólítið að hreyfa sig og er ekkert að reyna að elta neitt. Þannig að þá erum að gera draga bara hægt. Já, og láta þetta sökkva. Láta þetta steinsökkva. Þá vitum við það. En hérna, en svona úr veiðivatnum í önnur vötn. Og var ég svona að taka saman hérna úr veiðikortinu að nú eru menn að fara kannski svolítið meira í Úlfarsvatnið. Já. Og hérna, þeir sem þekkja svolítið til vatn sem segja að það sé að vakna svona almennilega núna. Og það er hérna einn veiðimaður sem heitir Halldór Gunnarsson, hann er svona duglegur við að skrá að ferði sínir á netið. Og hérna, hann fór núna á mánudaginn síðastæðum kvöldið og var frá 7 til 10 í Úlfarsvatni og náði 5 bleikjum. Glæsilegt. Og það er mjög stóra, það var 1,6 pund og 1,4,5. Og veistu á hvaða svæðið það var? Nei, hann vildi ekki gefa það upp. Það sjálfsögðu ekki? Nei, hann vildi svona, hann var svona leynistæðan fyrir sig. Já. En hann var að taka þetta á púpur, á krókin, Watson, Fancy og Peacock. Með flott eða? Flotlínu? Ég skal ekki segja, það fylgdi ekki sögunni, en ég svona myndi alveg trúa því, sko. Að hann tækir þetta á flotlínu. Svo var nú eitt hérna sem var að veiða 12. júli, hann fekk 7 stykki. Það var 1,4 pund. Þetta kveikir svolítið í manni? Já. Hæ? Þetta er ekkert ónýtt veiði. Alls ekki? Og það voru að koma allar á krókin. Já. Hjá þessum. Þetta er menn að tala um það að þetta er svona, tíminn er að byrja núna í Úlfarsvatni. Já, það er alveg bara, það er ekkert vitlaust í því. En samt svona byrjar aðeins seinna heldur en til dæmis með Þingvallavatn. Það er búið að vera rífandi veiði þar síðustu vikur. Já.
Það er búið mjög jafn og góð gangur í þingvöllum þótt að söguminn alltaf koma heim tómentir en þá eru margir að gera fína veiði hérna og nú murtan komin alveg á krafti hérna á alla veiðistæði og menn er alveg að gera góða veiði í murtu og í bleikju. Já. Og ég held að sé nú kannski sögumir, kannski er ekkert búið að hrifnir að fá murtun á endan hjá sér en hún ávist eru mjög góð matfiskur. Já, já. Þannig að það er gott að steikja þetta á pönnunni. Heldur betur. En hérna, já, það er búið að vera, ég er búin að sjá fréttra veiðmenni sem eru að fá bara fína veiði á bleikju, eða stafbleikju á öfugsnáðanum í Presthólma, Lambhaga og Arnarfelli. Já. Og hérna í Nautatanganum, þannig að þjóðgarinn er bara á blúsandi bleikjusiglingu. Þetta er svona, eins og segir, jöfn dreifingarna á þessu svæði. Já. Þannig að það er svona eiginlega sama hvar maður stígur niður fæti í þjóðgarðinum og þar eru menn að fá góða veiði. En svo var ég að sjá fréttir hérna, það var veiðmaður sem var að skrá veiði hérna inn á veiði.is, nei, í veiðibók.is virkjað. Já. Og hérna, þetta er skemmtileg síða svona, getur maður fylgst með svona hvar menn er að fá fisk og ákvað og svona. Og hann var að fara hérna í vött sem er í veiðikortinu, hann á Norðvesturlandi, vatn sem heitir Ölvesvatn. Já. Og þar fekk hann, skráði nú bara eina bleikju upp á pund í vatni sem heitir Fossvatn og sami veiðmaður hann fór líka í hérna Svínavatn í Húnavarsýslu og náði þar 15 urðum alla cirka pundið og tók þá á maðk. Glæsilegt. Þannig að það er ekki bara hérna í kringum Suðurlandið eða höfuðborgarsvæði sem að veiðikortið er að gefa góða veiði. Nei, það er alveg allt í kringum landið. Það er út allt sko. Og hérna til dæmis frétt á tveimur mönnum sem fór í Hítarvatn á Snæfellsnesi held ég og hérna, nei í Vesturlandinu og náðu þar sjö fínum urðum og þeir prófuðu allt hérna flugu, mark og spún. Og það virkaði allt eða? Það virkaði allt. Já, já. Það er svo nú hérna stutt fyrir Hólmsánni, það er svona kemur annars leið að menn fara þangað. Já, já. Og hérna það er nú svona misjættum hvernig minn og gengur hérna og þeir voru tveir sem fóru, annar fekk ekkert en hinn tók með sér, tekja hálspundur eða. Það er nú vel að sér vikið með við hérna hvernig er að læðast þess á hana. Já. Þeir eru afskaplega varir sig hana. En svo var ég nú að sjá hérna inn á veiða.is í svefnum, skemmtilega veiðisögu frá manni sem heitir Kristján Friðriksson. Hann heldur út í vefnum hérna flugur og skröksögur, fos.is. Já. Og hérna það er skemmtileg veiðsaga frá Hlíðavatni þar sem hann var bara núna daginn. Er það skröksaga? Nei. Það held ég nú ekki sko. Nei. Þetta er nú skemmtilegt nafn á veiðisíðu. Já, það er nú búið að vera skemmtileg veiði hérna í Hlíðavatninu. Það er búið mjög góð og hérna og það er ekkert alltaf sem að það er full manna hérna við hana, við vatnið. En hérna, þeir sem hafa verið að fara þarna og þekkja kannski svolítið til hafa verið að gera mjög góð við því. Og hann og konana sem mitt fengu þarna 7 bleikjur. En þau hittu einn af svona, einn af reyndari mönnum í Hlíðavatni sem heitir Stefán Hjaltested. Já. Og hérna, og hann sýndi sína veiðu og það voru allavega 2 bleikjur sem fóru yfir 60 cm. Já. Þannig að það eru hérna stóri boltar á sveimi þarna. Það er ekki fyrstu bleikjurnar sem koma á land sem eru yfir 60 cm í sumar. Nei. Það er búið að vera mjög mikið af stórum bleikjur sem eru að koma á land þarna úr vatninu. Þannig að þetta er allavega töluverð breyting frá því sem var í fyrra. Já, örlítið. Það er allavega gott að heyra að það er sko frá því að vera ekkert að veiða í það að sé eitthvað að veiða á upp í boltafiska. Nákvæmlega, þetta er frábært. Herðu, svo hérna, já þetta svona er það sem er svona helsta frétt úr vötnunum hérna í kring og svo hérna, já, tók ég saman smá frétt svona strandveiði. Já, það er nú margir í því. Það eru margir í því og þetta er farið að aukast mjög mikið og nú til dæmis hægt að fá mjög góða strandveiði græfur í veiðbúðum og svona. En hérna, nú eru margir sem er að bíða eftir makrílnum. Þannig að mann er kannski svolítið duglega við að
fara að veiða núna. Já, hann nú farin að láta sjá sig. Já, það eitthvað, ég heyrði að einhverju voru að fá makril í Keflavík og eitthvað var að koma upp á honum í Hafnarfjarðarhöfn daginn. Já. En ég stökk nú sjálfur dag í vikunni núna og fekk ekkert. Fekk enga makril. Nei. En það nú eitt sem að fer og bara kasta flugun í fjöruna við Faxaskjól í Reykjavík. Og hann var að mókveiða þorsk og ufsa og rauðar nofler. Já. Þannig að það er ekkert óvillist að prófa það á góðu flóði og maður hefur ekkert annað betra að gera og stökka bara niður í fjöru og kasta á noflerum. Já, strandveiðin getur verið virkilega skemmtileg. Já. Það er einn strandveið sem ég langar að prófa svona ef maður hefur færa á því sumar að fara eitthvað niður fyrir Þykkvabæ og kasta fyrir háum. Já. Það er að... Við hákallaveiði? Í hákallaveiði, sko. Þeir eru kannski ekki alveg svaka stóri, en þeir geta náð rúmum metir. Já. Og það held ég að sé træl skemmtilegt. Já, ég held það. Og svo... maður hefur verið að leita uppskiptum hvernig ná að matriða háf. Það er ekki mikið af því á netinu, en það er eitthvað til. Já, já. Þannig að það er gaman að prófa að geta hákall svona pönnustekt eða ekki. Já. Svo laxinn, hann ennþá að halda fram að koma á land? Já. Og það bara eins og í Rangánum að það hefur verið að auka svona hægt og rólega síðustu daga og smálaxinn að hellast inn í auknu mæli og dagarnir nú eru að skila svona 30 til 50 löxum. Já, það er ekki ónýtt. Og það styttist í besta tímun í Rangá og þá verður eflaust mikið lífið. Já, það held ég sjálf að gera ráð fyrir því. En það búið að vera mjög góðu gangur svona í laxveiði bara almennt út allt land. Já. Og ég held að segja að það er mikið að gera. Það hefur bara ekkert verið mikið að fara svolítið lítið fyrir því fréttu því það er bara endalaust mikið að koma upp. Já, nákvæmlega. Meira að segja ár sem að hafa lítið farið fyrir svona er að skila bara mjög góðri veiði eins og gufa sem við stundum verið að tala um. Já. Það er nú búið að vera mjög skemmtilegu gangu þar. Og hún er nú þegar búin að fara yfir heildarveiði síðasta sumars. Já. Já, bara eins og margar aðrar ár. Ég held að sé nú bara svona langflesta sem maður hefur verið að sjá eru búin að ná heildarveiðinni frá því fyrra. Já. Þannig að það er bara mjög jákvætt. Algjörlega. Og stóran laxa og komin eitthvað yfir 70 laxaseiðir á veiða.is og soksmenn, þeir eru búin að vera voru í ánni síðustu daga. Já. Og veittu bara mjög vel og sem dæmi voru þeir komnir á hádegi með 15 laxa. Já. Það er eftir 3 vaktir, það er ekki amalegt. Nei, það er bara nokkuð gott. Já, og það er vist eitthvað laust þar, þannig að það er að gera að skella sér og næla sér í laxisvoðið. Og síðan var það hann Guðmundur Garðar sem fór í Hallanda í Hvítá í fyrradag. Já. Og hann nældi sér í 7 punda lax í Sandvíkinni. Í Sandvíkinni, þar sem við tókum okkur daginn. Já. Fyrir viku síðan. Skemmtilegt svæði. Þetta var mjög skemmtilegt svæði og það er bara að gera að kíkja á svona ný svæði og það er hægt að komast í fína laxveiði. Það er ekki allir veiðistæðir sem eru á þessu stóru með hana stóra vermið á sér. Alls ekki. Eins og Hallandi 2 stangir á 15.000 og svo er nú komið nýtt svæði inn á veiða.is. Já, Hvítá við Gíslastaði. Já. Það eru með 3 stangir á 15 áskall. Já, á virkundugum og helgar er það 21.000 en þetta eru 3 stangir og hús. Þannig að það er bara mjög góður díl. Þannig að þetta er að finna laxveiði á svona þokkalegu verði. Alveg príðisverði. Það eru svo nú líka verið að koma birtingar á land. Já, þeir eru eitthvað farnir að láta sjá sig. Þeir eru farnir að láta sjá sig og hvað í Hólsá, þar var nú komið 14 punda birtingur. Það er ágætt. Síðustu viku. Svo er þeir að koma þarna á svæðinu réttir neða þegar á Baugsstaðarósi og Vola og þar. Já. Það er komið góðu gangur í sjófistingin. Síðan veit ég að það voru 2 Bretar að veiða í Varmáni í fyrra dag. Já.
og ég sáu slatta af fiski en þeir voru í 2 daga og ég hitti það þarna fyrsta daginn og þá voru þeir búin að fá þarna 3 væna urriða. Ok. Og já, sáu þarna mikið af fiski. Já, það skemmtilega á. Það mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilega á og hvet alla sem hafa ekki prófað þarna að skella þessu núna á sumartímanum. Það ekkert svo dýrt, það eitthvað 5.000 kall. Mér minni rétt. En svo sko nú ég náttúrulega býi í bænum og ég búin að vera að kíkja svolítið oft í Elliðárnar. Já. Og mér finnst þetta mjög skemmtilegar ár. Áin mjög skemmtileg. Og ég búin að vera svolítið duglegur að kíkja upp í Árbæðarstífluna og og sjá hvað að gerast þarna sem oft torfurnar bíða eftir að búin að tróðast í gegnum stífluna. Já, þú ferð þarna eins og lítill spenntur strákur. Alveg, ég litlu guðana með mér og þeim finnst alveg eðislegt að sjá bara bunga af laxi beinturinn eða nefið á sér. Já. Í fossinu þá eða? Nei, það bara fyrir ofan stífluna þar horfum við beint niður á spegilstétt. Já. Og og ég var í gær og ég taldi allavega 50 stykki. Já. Og svo sá ég laxa vera stökkva og velta sér fyrir ofan það sem maður sér það ekki og þannig að það hefur verið ríflega 60 stykki stuttusvæði. Já. Það ágætt. Það ekki tónlíkt. Nei. Hvenær, þú ert að fara þangað ekki? Hvenær ferðu? Það 21. Svona ef allt smellir saman. Ef Guð lofar? Ef Guð lofar. Já. Þannig að það ágæra. Svo nú búin að vera góð gangur í Kjósinni, Laxá í Kjós. Já. Þú ert að fara að heyra það á eftir, eða ekki? Já, Bubbi Mortens ætlar að vera í spjalli hérna. Við ætlum að fara yfir Laxá í Kjós og kannski Meðafellsvatn og okkar fleira. Já, það verður spennandi að heyra í honum. Hann veit allt veiði og veit allt þetta svæði. Já, hann býr hérna bara við hliðin á ánni. Hann á alltaf bara heima í lofan í ánni og maður heyrir eiginlega ekkert af Bubba í veiði nema úr Laxá í Kjós. Já. Liggur við. Og þetta bara hans svæði. Þetta hans svæði, sko. Hann kongur ríkisvinni þar. Já, heldur betur. Pakkinn tómur eða? Nú bara pakkinn tómur. Já, þetta bara flott. Þetta bara... Og við hvetjum bara veiðimenn til þess að ef þið vilja koma á framfæri einhverjum veiðifréttum eða einhverju skemmtulegum upplýsingum að hafa bara samband. Það þetta að fara inn á Facebook. Já. Veiðiþátturinn Takan. Veiðiþátturinn Takan á Facebook. Þetta einfalt. Þetta ekki flókið. Þessi þáttur verður komin inn á netið eftir, svona klukkutíma. Það glæslegt. Þannig að fólk getur hlustað á þína yndislegu rödd, Ólafur. Já, þakka þér fyrir. Já. Einhvern veginn þannig, ég alveg þoli ekki að heyra röddina mín í upptöku. Já, það. Alveg mér finnst það hræðilegt. Skaltu hlusta nokkru sinnum á eftir. Ég geri það. Venjast þessu. Takk fyrir pakkan, Óli, og svo er bara fullur þáttur af veiðifréttum eftir viku. Já, svo verður gaman að heyra í honum Bubba. Já, klukkan 3. Takk fyrir þetta, Óli. Takk svo leiðis. Aflaust. Suðurland FM í beinni frá Selfossi á 963. 35 vötn í einu korti. Veiðikortið.is. Já, veiðiþátturinn Takan heldur áfram og við ætlum að fræðast að þessum Laxá í Kjós. Laxá í Kjós hefur langt árabil verið með bestu laxveiði á landsins. Náttúrufegurðin mikil í Kjósinni og fjöldi fallir á veiðistað og einn af þeir sem þekkir þessa á mjög vel. Það Bubbi Mortens, heill og selfélagi. Já, góðan daginn. Hvað segir þá í dag? Ég er bara kátur. Já, ég er kátur. Þú bara í sveitinni að hafa það gott? Ég er í sveitinni. Ég var að eitra og ég gerir nú ekki oft en það þarf stundum að gera það. Já. Og svo er ég að gera moltukassan kláran og... Þetta. Já. Herðu, Laxá í Kjós, opnunarholli núna í Laxá í Kjós gaf 20 laxa, er það, nú spyr ég bara, er það gott eða? Nei, það er ekki gott. Það er ekki gott, nei. Nei. En samt sem áður eru... Undir öllum kringustæðum, þá ættu opnunarhól að gefa, miklu meira, en málið er það að Kjósin er búin að vera í lægð. Og hverju sem að sætir, en hins vegar að þá hefur orðið mikil breyting til batnaðar á undanförnum dögum.
og ég var nú að koma úr ánni í gær. Varst að veiða í gær eða? Ég var að veiða í gær, ég var þar í 2 daga. Já. Og og áin bláa laxi frá Laxfossi og niður fyrir brú. Já. Og og það svo mikið vatn í henni, svona vatn hefur ekki sést í 15. Já, við skulum, það var gott vatn í henni 2006. Já. En hins vegar að þá vatnið í henni núna þannig að menn svona hafa ekki séð þetta magn áður, sko, en það það mikið vatn að laxinn kemst ekki í fossinn. Já, en það ekki það sem veiðimenn vilja hafa, það þessi rigning og gott súrefni og það eins og kannski síðustu 2-3 ár, þá hefur einmitt verið það vandræði að það hefur ekki verið nægt vatn í ánum, eða ekki? Nei, það alveg orð og sönnu, en ég skal ég segja þér, þú veist, þegar það svona mikið vatn, sko, þá verður þetta kaðrak, sko, þegar laxinn verður, þú veist, hann var að ganga stöður, sko, það voru stöðugir 9 laxar, sko, vaðandi upp, og ég setti 18 laxa á 3 tímum. 18 stykki? Og og bara nýra fossi, sko, sunnanmegin og norðanmegin. Þannig að það allt... Og það var ekkert lágt áskilu, það var bara stöðu ganga upp að fossinum. Já, og hvað náður mörgum á land? Ég landaði 5. Já. Og en svo voru aðrir þarna, sko, sem voru með mér, sem voru að lenda í sömu hlutunum. Skilurðu, þannig að það var, sko... Þetta var þannig, sko, maður kasta, hann var á, maður kasta, hann fór af, maður kasta, hann fór af, maður kasta, hann fór af og það var bara svona. Já. Skilurðu, þannig að... En ertu, nú eins og við segjum, nú þekkir þú þess á ansi vel og ertu með hvaða aðferðir notar þú þarna í ánni? Ég byrja alltaf á hitsi, það bara... Já. Ég byrja fyrir utan laxaði aðaldal, sko, en það eru staðir laxaði aðaldal sem ég byrja á hitsi líka, en kjósinn undantekningarlaust að byrja ég á hits. Já. Og þegar það virkar ekki, að þá fer ég í kannski Black and Blue og Nighthawk, sem gefa mjög vel litlar, svona í eðlilegu vatni, sko. Já. Og svo fer ég í Sunray Shadow, kannski tommu eða hálf tommu, kvart tommu, og annarkort ég reynir nú að strippa svona meðalhratt, ekkert rosahratt. Ég tók fisk í gær morgun sem að skal ég segja, tók hjá mig Sunray bara á reynslinu, sko. Já. Og hann þurrkaði sig, sko, hann kom allur upp og bara og þurrkaði sig og sko neld hana. Já. Og annan tók ég og við verðum að taka úr honum eins og hann hefur verið tekinn á mask. Já, það? Já, það fór allt niður. Þannig að þetta svona misjafnt, sko. Síðan þarf að veiða miðsvæðið í kjósinni, sem þá frá Káranesi og upp í Stekkjanes. Já. En og það þarf að gára, það þarf helst að vera vindur. Þá stripparu, það er skothælda að fyrst. Já. Nákvæmlega. Hvernig, svona það sem afir sumri, hvernig finnst þér laxveiðin hafa byrjað? Hún í sumum ámi hún alveg bara á pari við það sem á að vera eðlilegt, sko. Skilurðu? Það er ekkert eitthvað brjálæði, en samt sem áður meir en í fyrra? Já, Jesús Pétur, maður, hefði það ekki gert, sko, þá hefði bara laxveiði bara sem dáið út á Íslandi. Það er alveg rétt. Það er nú ekki flókið, sko, það var nú þannig að ástandi í fyrra að ég held að það sé sögulegt, sko. Já, það tala margir það. Já, maður auðvitað vonar að slíkt gerist ekki aftur, skilurðu mig. Þetta var ástand sem var þesslegt að bara fyrir hrollur menn og sumar ár eru sko bara alveg í ágætismálum, aðrar eru enn að ströggla, þó kannski ekki
eins og í fyrra en engu síður að ströggla. Já. Þannig að ég meina aðaldalurinn rosa flottur, það er mikið af stórlaxi og áin að gefa, sem sagt nesvæðið. Já. Vassdalurinn svona, hefur að segja La B+. Já. Og Víðudalurinn sama, La B+. Blanda kannski A. Já. Skilurðu mig, þetta svona Kjósinni B+. Já. Slefar í A eins og hún var núna senustu daga. Þetta var svona, þú veist, við getum alveg vel unnað. Já, algjörlega. Og svo maður búin að vera að fara í ansi margar fréttir og lesa að það eru margar ár nú þegar búin að toppa sig fyrir allt sumarið í fyrra. Já, ég meina það, halló. Ef það ekki, þá þetta bara dautt. Já. Sumarið í fyrra þannig, ég meina, sumar ár ná ekki 200 laxum, ár sem eiga að vera með 1500 laxa. Skilurðu mig? Já. Og 1200 laxa. Þannig að töluverður munur? Ég minn eini, já. En auðvitað gleðjust við. Það er ekki hægt. Ég að fara í Hrútafjarðar á morgun og við skulum sjá hvernig hún hverju hún skilar, sko. Mér skilst að hún með alveg súper vatn og það slatti að laxi í henni, þannig að þetta getur orðið eins og Sverrir Hermannsson, fyrirverandi ráðherra og bankastjóri, sagði þegar hann bar purusteikin á borð fyrir Jónes Nordal í veiðuhúsinni í Hrútafjarðar á, nú blíður þið spenninu. Já, nákvæmlega. Hefurðu heyrt eitthvað af svona fyrst að ég með á línunni af Meðalfellsvatni? Það er alltaf bullandi fiskur þar. Já. Já. Þetta vatnið uppeldisstöð barna minna, sko. Þar förum við og tínum alveg sílungin alveg hægri vinstri, sko. Það er mjög gaman að veiða vatnið og á lokkirju kvöldi með smáar þurrflugur eða litla flugur og létta græjur, það er rosa gaman. Já. Áttu þér eitthvað hjátrú í samtöðu veiðina? Gerur eitthvað sérstakt? Já, ég veit það ekki, ég er alltaf með sömu húuna, það er rauð og er frá 66 á norður, það var ekki 25 stegi hiti. og ég vil helst ekki vera án hennar. Nei. Og og mér líkar illa, sko, að vera spenntur. Já. Mér finnst ég veiða illa þegar ég er orðin tjúnaður og spenntur. Þannig að ég reyni alltaf að fara með svona ákveðna möntrur og róa mig niður. Það er ekki með læti og æsing. Takk einn jókatíma áður en þú byrjar? Það er auðvitað ídíalt. Já. Menn næst að gera það. Nákvæmlega. Að taka jókatíma áður en fara í annað. Djúpt myndi ég veiða betur maður. Ég er alveg samfærið það. En hins vegar þá held ég að þetta sumar muni bjarga laxveiði brasanum á Íslandi frá hruni og ég er ekki að grínast. Ég er að meina þetta alveg frá hjartans innstu rótum að laxveiði brasin á Íslandi komin að fótum fram. Hann er ofprísaður og menn hafa ekki sinnt grasrótinni nógu vel og þeir eru að býta það út núna. Já. Við skulum sjá hvernig þetta fer. Ég ætla svona áður en ég sleppi þér aftur í garðin, Bubbi, að þá þú gafst nýlega á diskin stormurinn. Fyrst að ég er með þig á línunni. Hvað getur þú sagt okkur diskin? Frábær diskur. Já, þakka þér fyrir það. Þessi diskur er tekin upp svo til allur bara í einni töku, sko. Já. Og svona svo í gamla daga, svona one take. Já, og hugmyndin á bakveðan er auðvitað svo að skila kannski meiri hjarta og einlægni en high-tech sándi. En sándi er mjög gott á honum, það er ekki þar. Algjörlega, einlægur og flottur diskur. Já, flottur diskur, ég er alveg sammálaður í því. Bubbi, takk hérlega fyrir þessar upplýsingar Laxá í Kjós. Og þú ert að fara í hvað? Hrútafjarðar á morgun? Hrútafjarðar á morgun. Ég ætla ekki að segja orð, nema bara að hugsa fallega til þín. Nei, bara strekklína, það er ekki döðviti, það verður strekklína. Líf og fjörð bara á ást og friður. Heldur betur, takk Bubbi fyrir þetta. Ok,
ok. Takk, bless. Já, bye.